Við erum að fara í gegnum skynjaratækni verkefnið sem að við finnum undir efni í verkefnunum og við byrjum á því að skrifa lista yfir rafmerki sem að koma frá skynjurum aðalega og það eru 4-20 milliampera strömmerkið, 0-20 milliampera strömmerki, síðan 0-1 volt spennumerki, 0-10 volta spennumerki og -10 til +10 volta spennumerki. Ég veit ekki hvort það komið inn í staðalinn þetta 0-5 volta. Hvað segirðu? Veist eitthvað, hvenær síndavélin verður komin í lag? Já, það verður ekki fyrir seinni í dag. Þess vegna ég að fara í þetta verkefni núna. Já, ok. Hann að vinna í þessu núna og hann ætlaði að reyna að vera búinn með þetta fyrir þann tíma sem að ég þarf að nota hana í fyrir 9 manns. Ég er með kennslu núna eftir hádegi með 9 nemendum og hann ætlaði að reyna að útbúa það fyrir þá. En eftir þann tíma, 4:30, þá ætti vera hægt að fara inn í hana og halda áfram. Því miður, þá þetta bara fór ekki í vesen sko í síðustu viku, eins og þið vissið. Þannig að hann bara að reyna að laga þetta aftur. Það gerist eitthvað, það var einhver bilun. Þannig að við erum bara að vinna í þessu núna. Aðeins að fara bara yfir svörin sem við erum búin að fara í gegnum. Hver eru helstu kostir strömmerkisins 4-20 milliampere að ef leiðsla rofnar þá verður strax vart við það og þetta merki sterkara gagnvart utanaðkomandi truflunum. 4-20 milliampere strömmerkið. En hver eru helstu gallar spennumerkisins 0-1 volt? Og þetta veikt merki gagnvart utanaðkomandi truflunum, drukknar oftast alveg í suði og bara notað í mjög vernduðu umhverfi. Nú, varðandi stýristrengi og truflanir, hvernig best að ganga frá jarðbindingu skerms á stýristrengjum og það best að tengja skerminn í annan endan, annaðhvort við mælitækið eða við skynjarann. Og ef eins og sýnt hérna, hann ótengdur hérna við einangrunarmagnara en tengdur hérna við mælibúnaðinn. Og þá helst hægt að koma í veg fyrir að truflanir lendi hérna inn á mælimerkinu. Einangrunarmagnarar, þeir búa til merkið alveg, þeir aðskilja alveg rafmagnslega tengingu á milli þessara staða. Þannig að þess vegna kallaðir einangrunarmagnarar. Þannig að þeir endur skapa merkið algjörlega og það ekkert leiðið samband hérna á milli. Þetta gert annaðhvort með segulsviði eða með ljósdíóðutækni. Þannig að það möguleiki að setja til dæmis bara tölugildi yfir með ljósdíóðum og transistorum sem með ljósneman flöt á base eða einhvern veginn þannig tækni að yfirfæra með stafrænum hætti hvað kom hérna inn, til dæmis eitthvað strömmerki, að þá þetta að breyta því strömmerki yfir í tölugildi með ljósdíóðutækni og ljósnema og skapa merki þá alveg með því að breyta þessu yfir í nýtt strömmerki sem af sama styrk eða sama gildi og var að koma hérna inn. Og þessi einangrunarmagnar þá staðsettir þar sem eru mjög erfiðar aðstæður. Því að oft svona merkja aðhæfing og magnarar, þeir geta verið nauðsynlegir en það getur komið svo mikið suð með skerminum að það getur skemmt
mælimerkið sem fer inn á mælibúnaðinn. Og ef að tæki til dæmis á endanum eða mælibúnaðurinn ekki tengdur til jarðar, þá getur samt orðið straumur í gegnum rýmd til jarðar, sem sagt vegna þess að þetta í rauninni svona riðspennu suð. Það sem sagt suð, þetta svona tiltölulega hátíðni eða millitíðni sem að veður eftir skerminum og fer með rýmd til jarðar. Þannig að þetta reynt að koma með fyrir einmitt svona með því að tengja skerminn í annan endan og vera með eigingrafmagnara í verstu tilfellunum. Og það var spurt hvenær nauðsynlegt að nota einangrunarmagnara og þar sem að miklar truflanir og skerming ekki nægileg aðferð. Og síðan kraftmælingar og mælibrú og þá förum við yfir í þennan kafla kraftmælingar og þá uppsetning á stykki þar sem verið að virkur nemi sem að tekur átakið og svo óvirkur nemi, það nemi sem að tekur breytinguna á stykkinu vegna hitastigsbreytinga. Og þannig að það óvirkur það neminn, hann leiðréttir fyrir breytingu á hitastigi í mælibrúnni. Hérna hann settur upp þannig að það eru þá 2 nemar sem að breytast eftir ef að til dæmis járnstykkið það hitnar, að þá eykst viðnámið jafn mikið að ofanverðu í brúnni og að neðanverðu, þannig að spennan út í miðjunni á þeim legg breytist ekki. Þannig að fyrir eftir nákvæmni á stærð, þetta þarf að vera eins nákvæmlega jafn stórt viðnám, þannig að þetta reynt að koma í veg fyrir að verði nein breyting á spennu út af brúnni, út af vegna hitastigsbreytinga. Þannig að þetta núllar út hitastigsbreytingar, þessi óvirku þannemar. Og síðan hver tilgangur með 3 leiðara tengingu frá mælibrú að átaksnema. Og þetta sem sagt leiðrétting, sem sagt vegna þess að við erum að bæta við viðnámi í leiðaranum að skynjaranum og þetta viðnám vírsins, það þarf að jafnast út þannig að það bætist í rauninni við brúna. Ég veit ekki hvernig við erum að lýsa þessu með orðum. Jú, það kannski hægt að reyna að gera það. Það sem sagt einhvern veginn svona að færa þetta aðeins neðar svo við fáum næstu síðu. Þetta sem sagt aukning viðnáms í leiðaranum sem sagt á leiðinni að, eins og við sjáum á þessum myndum hér. Hér engin leiðrétting fyrst eða hvað. Þetta röng aðferð hér, en af því að bara bætist vírinn í leiðaranum sem sagt að skynjaranum bara við mælimerkið frá skynjaranum. Það bætist bæði fram og tilbaka viðnámið. En með því að tengja sér leiðara við neðri brúna að þá upphefst viðnámið í efri hlutanum en örlítið spennufall kannski á leiðinni, en þetta svo lítill straumur að hann kemur þá inn á mælitækið, inn á innganginn á magnara eða eitthvað slíku. Svo að aukningin á viðnámið ofanverðu, það bætist bara við sem sagt hér þessi aukaleiðari þannig jafn langur og uppi, þannig að það bætist jafn mikið viðnám við neðri hlutan, viðnámið sem neðanverðu og skynjara viðnámið Þannig að þarna verið að núlla út að mestu leyti þessi áhrif. Það verða örlítil áhrif vegna þess að þetta náttúrulega leiðari sem að tengist inn á, hann jafn langur og hinnir
Þannig að þetta leiðréttar að mestu leyti. Þannig að oftast þetta notað í svona iðnaði. En svo náttúrulega 4 víra tengingin við skynjarann, hún leitast við að leiðrétta þetta eins mikið eins og hægt er. Þetta 3 leiðra aðferð. Og þannig að þetta svona að aukningin á viðnámi vírsins jafnast út með 3 víra tengingu og skynjaraleiðslu við brúna. Þannig að það auka skynjaraleiðsla hérna sem tengt. Þannig að það koma 3 vírar að skynjaranum. Og þetta á ekki bara við tannema, þetta líka gert í hitanemum, sérstaklega PT 100. Ok, síðan hérna stöðumælingar, hérna encoderar, og hér að tala hérna línulegan mismunarspenni og þá hérna förum við aðeins í þann kafla. Þetta hérna línulegur mismunarspennir. Linear variable differential transformer eins og þetta hérna, þessi skammstöfun segir. Og að svona segja hversu, tala kosti og galla þessa búnaðar og síðan á eftir hvar hann notaður. Þessi línulegi mismunarspennir, hann þannig að eins og við sjáum hérna að hér í miðjunni spóla, hérna þessi spóla hérna sem að, það talsvert hærri tíðni heldur svona við erum að nota hérna og við erum að færa til hérna stöng með kjarna, ákveðnum kjarna. Og það fer eftir hvernig þessi stöng eða kjarnin staðsettur, hversu mikið af forvafsspennunni yfirfærist á eftirvafið. Þannig að við fáum eins og við sjáum hérna á línuritunni hérna fyrir ofan mismunandi útgangsspennu og við getum verið hérna með 0 í miðjunni og farið í mínusspennu hérna til vinstri og í plussspennu hérna til hægri. Svo að, en þessi kjarni þegar hann að færast hérna upp og niður, þetta mjög lítið slit sem að verður á nokkrum búnaði hérna, bara kjarnin að færast og engin þannig raf snertu slit eða neitt svoleiðis í myndinni. Þannig að hérna, við getum sagt að hann sé nánast viðhaldsfrýr þessi búnaður. Og við sjáum hvort ég kemur þessi hérna svona, nánast viðhaldsfrýr búnaður, en ókosturinn má segja að hann tiltölulega dýr og flókin aukabúnaður sem þarf við þetta, að það ákveðin spennugjafa með einhverju ákveðinni hærri tíðni heldur en venjulega gengur og gerist. Og þannig að það talsvert svona dýrari búnaður heldur en svona til dæmis venjulegt stilliviðnám. Þetta svolítið dýrara heldur en það. Og hvar eru þeir notaðir? Þetta eru skynjarar sem mikið notaðir í virkjunum og skynja stöðu og leiði skóplum sem sagt í Francis-túrbínum og eins þá eru þeir notaðir í magnstillistöng eða við magnstillistöng í dísilolíuverkum. Þannig að skynja stöðuna á magnstillisstönginni. Og svo sem sagt
erum að lýsa aðferð með 2 spanskynjurum við mælingar á þegar tógvír að fara inn og út í spilkerfum til að mæla hvað farið mikið út af tógvír. Og það þessi aðferð sem við sjáum í mælibúnaðarnema vinstra megin. Að þá erum við með málmblötu sem nær yfir 180 gráðu af hringnum og svo erum við með nándaskynjara hér sitt hvora megin með bil 90 gráðu mun. 90 gráðu afstöðu mun á hjólinu. Þannig að við fáum púlsa út frá þessum nándaskynjarum sem með bil 90 gráðu fasviki milli þessa. Og þannig að þá eiginlega tökum við bara þessa mynd, það gott að hafa hana bara þarna inni og náum hérna bara með snipping tool og þetta aðferðin. Svo bara kannski reynum við að lýsa þessu aðeins með örfáum orðum. Svo að bara 2 skynjarar. Ég get að sagt að það gefa gefa púlsa 90 gráðu fasa mun. Svo hægt að telja og átta sig á talningarátt eða á hvort vírinn að fara út eða inn. Inn á spilið. Þannig þessi aðferð. Spurning hvort ég hafi séð þetta einhvers staðar, en þetta sem sagt snýst þannig að fyrst núna eru þeir báðir í augnablikinu með að gefa merki, að það hátt gildi á báðum í smá stund, svo missir annar nándanráðin merkið, það fer í lágt gildi og það þessi, efri, það fer náttúrulega eftir snúningsáttinni. Ef þetta réttsælis, þá eins og við sjáum hér, þá missir hann fyrr merkið og hinn svolítið seinna búinn að missa merkið, þannig að báðir eru líka í núlli samtímis. Og við sjáum hérna í þessu að það ákveðið röð sem að verkið að koma inn og það þetta átt að segja á því ef þessi röð sem að talningin að koma inn frá skynjurum, að þá sjáum við að þá vírinn að fara í aðra áttina og síðan ef það hækkandi tala, að þá vírinn að fara í hina áttina. Svo að það hægt með þessu móti að skynja bæði hvað margir metrar að fara út eða faðmar eða í hvaða einingu sem þetta með púlsafjöldanum og síðan hvort hann að koma inn eða fara út með veðurfærin.
Ok, núna beðið hérna að lýsa mismunandi gerð af ásnefnum, sem sagt enkóðurum. Þetta eru sem sagt oftast á endum á mótorum eða endum á tromlum eða einhverjum búnaði sem snýst til þess að skynja sem sagt nákvæma stöðu og náttúrulega þá hraða. Það eru mismunandi gerðir til að þessu. Það er til raunstöðugjafi sem gefur alveg tölugildi nákvæmlega staðsetningu og svo bara endurtekur hann sig alltaf. Og þetta er bara föst skífa eins og við sjáum hérna sem að gefa ákveðin kóða. Og þessi kóði getur verið til dæmis greykóði eða tvíundarkóði einhvern veginn eða binary code decimal eða eitthvað slíkt sko. Þannig að þá þetta bara fastur kóði á plötu. Það er raunstöðugjafi. Og við svara þessu einhvern veginn svona að það raunstöðugjafinn, hann gefur sem sagt kóða sem annað binary code decimal, þess að BCD-kóði eða greykóði. Og þá sköpum við pláss fyrir einhverja mynd hérna að þessu og það væri þá þessi mynd hérna. Og þetta fer í rauninni, það fer ljós hérna inn á það, já, ég ætla ekki að taka hérna skýringuna með. Það kemur ljós sem að fer í gegnum skífuna og svo lendir á mismunandi mörgum ljósstíðunum eftir hvað stað við erum staddir með skífuna. Ja, og síðan afstæðið stöðugjafinn. Og hann svolítið öðruvísi, þannig að hann gefur A og B kassabyggjur og það sýnt hérna og eitt merki svona stöðumerki. Þess að það útgangsmerki A og útgangsmerki B og þetta stundum kölluð seta hérna. En það mismunandi hvernig þetta þannig að þetta á sjálfsagt mismunandi eftir framleiðanda hvað hvað. Ég ætla bara að sleppa þessu hérna. Eða hvað, nei, þetta kemst hvort sem ekki hérna. Við þá fáum við þetta fyrir næstu síðu. Og við erum með svona ásnema, en við getum sér góðað, þetta ekki verið, við turnin, lyftuturnin sem við erum með inn í stofu R107. Endanum á mótornum, þannig að skynja stöðuna. Þannig að hraðastýringin þar veit þá nákvæmlega í hvaða stöðu hann og veit hvort merkið það setamerkið hérna að gefa að hér B-merkið sem sagt á ferðinni. Það veit hvort merkið að koma inn á stýringin og þá veit það strax í hvaða átt sem sagt lyftan að fara upp eða niður. Þetta mikið notað við hraðastýringar til þess að það viti nákvæmlega í hvaða átt og hversu hratt mótorinn að snúast. Og þá kemur hérna næst nándaskynjara og nokkur atriði varðandi rýmdarskynjara og spannskynjara. Og það spurt hérna fyrst hver munur á frágangi á skærmuðum
og óskermuðum nándisskynjara. Og við höfum að hafa skýringamyndir úr þessu efni hérna. Og sjá, það er minnka þetta hérna niður, svona. Og hérna erum við komin með það. Munurinn á óskermuðum og skermuðum. Og þessi skermaði, hann nær alveg hérna út í enda, en ekki með eins stórt svið þá hérna fyrir framan sem hann nær að vinna á. Svo að þessi hérna óskermaður. Þessi hérna neðri óskermaður, en þessi hérna skermaður. Það ná í hérna, við talaðum fyrst hérna skermaðan, og sjá að þetta réttir í röð. Og hérna nýtt, þetta hérna skermaði. Setja hér inn. Skermaður má festast alveg út á enda, eða má skrúast í festistykki. Alveg út á enda. Þetta ekki svona með hinn, sjá, hérna ætlaði ég að hafa þetta svona. Síðan það þessi óskermaði. Þið þurfum að vita hvor sem sagt, það fyrir náttúrulega þetta sett upp í upphafi á vélum, en það getur verið að þið séu að hanna eitthvað og að útbúa eitthvað með svona nándasskynjurum. Þá þurfum að vita hvort þið ætla að vinna með skermaðan eða óskermaðan. Því að hérna segulsviðið, sem sagt, til dæmis ef þetta spanskynjari, þá nær það sem sagt hérna út fyrir. Og hérna svo að ef maður kemur með festistykkið of nálægt, þá myndi það hafa áhrif á skynjunina. Það ekki alveg eins og ég ætla að hafa þetta, en svona reyna að sýna ykkur þetta. Sem sagt að segulsviðið að ná hérna út fyrir og nær þá líka jafnframt að skynja úr meiri fjarlægð. Hérna. Nær það lengra fram. En óskermaði, hann ekki að ná eins langt hérna út, af því að segulsviðkarlinnar þær ná ekki að beygja eins mikið hérna út fyrir. Þannig að við þurfum að koma nær með stykkið svo að skermaði skynji. Þannig að óskermaður ég þarf að hafa autt svæði kringum endan.
vera fastur í virkni festistykkisins. Það var svoleiðis. Sem sagt, óskermaður skynjari þarf að hafa autt svæði í kringum endan svo hann verði ekki fastur í virkni vegna festistykkisins. Sem sagt, þetta kom einu sinni upp hérna að menn voru að setja inn öryggisþátt og áttuðu sig ekki á því að þetta virkaði ekki neitt vegna þess að þeir voru að nota sem sagt, skermaðan og skermaðan skynjara. Nei, þeir voru óskermaðan skynjara og hann var bara, þeir sett hann alveg eins og það myndi vera að ganga frá skermuðum, svo hann var alltaf að gefa merki, það var alltaf í virkni, svo að það þurfti í rauninni bara að skipta og velja aðra tegund. Þú veist að breyta yfir í skermaðan skynjara. Ok, þá það næsti liður hérna. Hvaða merking á nondaskynjurum mikilvæg? Með 3 atriði. Þetta náttúrulega spennumerking, svo það pólun og þetta náttúrulega mismunandi eftir því hvort það eru bara 24 volt á DC. Þá það pólun á því hvort það PNP eða NPN og svo náttúrulega hvort það eru normally open eða normally closed. Þannig að þetta eru aðalega atriði hérna og eins varðandi það sem sagt sko ef þetta 230 volta skynjari þá það spennumerkingin sem skiptir máli þar og það náttúrulega líka hvort að viðkomandi skynjari normally closed eða normally open. Og síðan á 24 volta skynjurum að sjá hvort það eru PNP eða NPN. Það aðalega þessi atriði hérna. Nú, það sem að við förum svo í núna, sko, það sérstaklega rýmdarskynjara og þá spurt hérna hvers vegna ekki hægt að skynja olíu gegnum sjónglas með rýmdarskynjara og við þurfum að fara hérna í töflu yfir það. Hérna erum við með gler, eða sjónglas, það gler og þá kemur hérna fram að í gleri það næmnistuðullinn 0,3 og hann getur, ef gleri þykkara eða einhver önnur gerð, þá getur þetta alveg farið upp í 0,7. En ef við værum með bestu aðstæður hérna með glerið 0,3 og hvað þá olían? Hún hefur næmnistuðullinn bara 0,2, þannig að þá skynjar hann bara fyrst og fremst glerið af því að næmnistuðullinn hærri. Og við náum aldrei að skynja olíuna í gegnum glerið. Þannig að þá þurfum við að skrifa það einhvern veginn hérna upp. Við höfum sagt hérna að glerið hafi með 0,3 næmnistuðull. Það hefur meiri áhrif á skynjarann heldur en olían sem með 0,2.
Og við erum með varðandi B-liðinn, þá erum við með ákveðna formúlu sem er fyrir ofan hjá okkur, sem er SA sem er vinnslufjarlægð, er jafnt og skynjunarfjarlægð, SN, sinnum næmnistuðull, FC. Og ef við tökum þetta aðeins og setjum inn á blaðið hjá okkur, tökum formúluna fyrst kannski og setjum þetta upp svona, og við erum með hvað þetta heitir allt saman SA, vinnslufjarlægð, SN, skynjunarfjarlægð. Svo við reynum að gera þetta svona einhvern veginn. Og ég var að geta sett fram þetta. Við erum með skynjunarfjarlægð í rýmdarskynjara. Hann er 14 mm. Efni sem að skynja á, skynjun á að nema, er plexigler. Og hver er vinnslufjarlægðin? SA. SA sem sagt vinnslufjarlægðin. Þá setjum við þetta svona upp í formúluna og þá reynum við að setja inn þessar tölur inn í formúluna. Þá er sem sagt SN var skynjunarfjarlægð, skynjunarfjarlægð rýmdarskynjara 14 mm, þá setjum við 14 í þetta og næmnistuðull plexiglersins er 0,3. Við sjáum plexigler 0,3 og margföldum þetta saman og þá er vinnslufjarlægðin 4,2 mm. Þess að það er úr þessari fjarlægð þessari skynjar plexiglerið úr 4,2 mm fjarlægð. Og síðan er spurt það, hvernig getur notandi breytt næmni á rýmdarskynjara? Og höfumst það ágætis mynd af því og það lítur þá svona út. Að það er sem sagt þetta fari með skrúfjárni inn á stillimótstöðu á rýmdarskynjara til þess að breyta næmninni. Getum sett þá mynd Ok. Og svo er komið að spanskynjum. Hvers konar efni skynjar hefðbundinn spanskynjari? Það er í rauninni öll efni sem að leiða rafmagn, má segja. Eins og málmar og slíkt, spanskynjarinn skynjar þannig efni. Og svo er spurt hvað gerða spanskynjarinn, hvor gerðin er hentugri í hraðaskynjun og tannhjóli, 24 V gerðin eða 230 V gerðin. Og ef við lítum aðeins í mæliborðanema efnið, þá höfum við upplýsingar nándarskynjarana og
þá segir hann hérna að sem sagt, roftíðni AC-skynjara sem sagt með týristóra útgangu, þeir hafa 25 rið í roftíðni. Þannig að það er mjög lág tíðni og hann er bundinn sem sagt tíðni riðspennunar. Hann er mjög óhentugur í svona hraða skynjun. En ef við erum með skynjara með transistora útgangi, þá hafa þeir roftíðni alltaf 5000 riðum. Þannig að þá getum við sagt hérna að 24 volta skynjarar eru miklu betri vegna þess að þeir hafa roftíðni alltaf 5 kílóriðum. Og svo skynjar hefðbundinn spanskynjari sem er með einni svona spólu eins og við sjáum hérna til vinstri. Skynjar hann járnhlut úr tvöfalt meiri fjarlægð en hlut úr áli. Og við ætlum að prófa þetta með tilraun. En sem sagt við getum allavega svara því hérna að með því að fara í töflu eða upplýsingar frá framleiðanda, þá séum við hvað að við þurfum að fara miklu nær með álið. Þannig að þá getum við sagt að við þurfum að fara miklu nær skynjarunum með álið og þetta þarf maður bara að prófa með hlut hérna á staðnum. Við erum með járn annars vegar og við erum með álplötu hins vegar og sjá munin. Gerðu þetta ekki í rafeindatækni í fyrra? Og við gerðum þetta líka í fyrra, já. Þannig að þessi prófun, þessi framkvæmd til smá svona tilraun til þess að sannfæra sig að þetta virki svona, það er gert líka í rafeindatækni. Það er ljómandi. Og síðan hérna varðandi útgangsrásins náttúruskynjara. Hverjar eru 3 helstu tegundir útgangsrása? Og það er sem sagt AC útgangsrásin. Og það er hérna síðan fyrir DC, það er 24 volta NPN eða PNP. Og þá sjáum við það hér, hérna er NPN útgangsrás, hérna er svo PNP hérna neðar og hér hefur við AC útgangsrásina. Og hérna hefur við sem sagt díóðubrú sem afriðar strauminn hérna í gegnum týristorinn og álagið getur verið sem sagt segulspóla í segulrofa eða inngangur á inntölvu sem er ætlaður fyrir þessa tegund af skynjurum. En ef við erum með háómska innganga eins og til dæmis á Easy stýriliðunum, að þá virkar ekki þessi skynjari beint á það, heldur þá þurfum við að vera með einmitt svona rás þar sem við erum með seguliða, lítinn seguliða til þess að færi það bara með snertu frá seguliðunum beint inn á innganginn í staðinn. Ekki skynjaran beint inn á inngang, heldur tengjum við í gegnum snertu frá seguliða inn á inngang á 24 volta sem sagt, eða 230 volta skynja eða sem sagt inngang á inntölvu sem sagt eða stýrilega sem er með mjög hátt inngangsviðnám. Það dæmi það er sem sagt til dæmis Easy liðin sem við erum með. Þannig að það þarf svona sérstaka aðferð til þess að við náum að nota svona AC-skynjara.
En PN og PNP skynjarar, fyrst og fremst þá PNP myndi ganga beint inn á 24 volta inngangs rás á skynjara. Nú, já, af því að þar engin lágmarksstraumur sem þarf að vera í gangi. Sko, í AC-skynjurum þá þarf að vera lágmarksstraumur sem að heldur skynjunarrásinni í gangi alltaf hérna. Annars skynjar getur ekki tekið við neinni breytingu hérna ef það ekki einhver smá straumur fyrir skynjunarrásina. Hún þarf að vera alltaf virk. Og hérna spurt síðan hverjar helstu varnir útgangsrása, sýndir á hérna myndunum hérna. Og ef við tökum svona 3 myndir af þessum útgöngum, þá þetta, getur verið synadíóður, getur verið varistórar eða viðnám sem að, eins og þessi hérna, þetta skynjarinn fyrir of hárri spennu og líka spennupúlsum frá spólunni hérna. Og hér höfum við þetta íhluta aftur, svo erum við með senerdíóðu til að verja transistorinn fyrir of hárri spennu og við erum með einstefnuloka hérna, díóðu, venjulega díóðu hér inn í rásinni. Og svo erum við með straumskiptidíóðu hér til að verja spannpúlsum frá spólu, til dæmis hérna í útgangi. Svo að það er hægt að telja upp þennan búnað. Það er þessi hérna, varistor, það er í rauninni spennuháð mótstaða, sko. Gagnvart sem sagt nýra fyrir of hárri spennu. Og síðan það er senadíóða. Það er sem sagt að skynja líka fyrir of hárri spennu. Það gerir það líka, senadíóðan. Og síðan er það sem sagt straumskiptidíóða. Við fyrir spannpúlsum, skynjara fyrir spannpúlsum. Og síðan er það sem sagt pólunarvörn, það er díóða. Pólunarvörn. Hreyfir ekki ef pluss og mínus eru tengdir öfugt á skynjaranum. Skynjaran fyrir rangri pólun. Þetta er málið og hérna þetta eru svona þessi helstu varnir í útgangsrásum
sem eru sýndir á teikningunni. Og við getum líka, já, þetta svona, getum kallað þetta líka yfirspennuvörn. Og já, svo sem að vera fyrir rangur í pólun, það er þessi díóða hérna efst uppi. Það er díóða sem ver fyrir rangur í pólun. Og við sagt að díóða raðtengd inn á skynjarann. En þetta getum við ekki mælt og en sem sagt, þetta náð í einhverja mynd hérna af pólunarvörninni og við sjáum hvaða díóða þetta er. Það er til dæmis þessi díóða hérna, raðtengt inn á skynjarann. Og hlutverk díóðunar hérna, díóðbrúarinnar hérna, er að afriða strauminn fyrir týrstórinn, þennan týrstór hérna. Og það er sem sagt þessi hérna mynd. Og það er þessi brú hérna. Ja. Það er ekki áherslu á hvað við erum að tala hérna. En sem sagt, þetta svolítið spurningum að þið áttu ykkur á líka hvaða spenna myndi mælast hérna varðandi D-liðin, kannið með mælingu hvað gerð, BNP eða NPN, ingangseiningar á eintölu, DC ingangseiningu við mismunandi vélar, sko. Og þegar að skynjari er normally open og við erum með NPN, að þá hérna, þegar hann skynjar hlut, þá verður spennan lág hérna vegna þess að transistorinn tengir svo neðri enda álagsins hérna niður í mínus, þannig að álagið eða ingangurinn fær spennu. En þá mælum við lága spennu hérna yfir transistorinn vegna þess að hann leiðir. Það er 0,1 volt til 0,7 volt eitthvað svoleiðis. Og þegar þessi rás er inni sko díóðinni þá er það minnst kosti 0,7 volt spenna, 0,8 volt kannski eitthvað svoleiðis. Þegar hann skynjar hlut. Og þegar hann skynjar ekki hlut þá er 24 volt spenna hérna frá mínus og í merki. Það yfirleitt er spurt þannig hvað mælist spennan frá mínus í merki. En hins vegar ef við erum með PNP, eins og hérna, að þá er þetta bara að ef hann skynjar hlut og hann er normally open, þá leiðir transistorinn og tengir spennugjafspennuna hérna niður á og við fáum spennugjafspennuna mælda eins og álagið fær hérna. Þannig að núna er álagið tengt niður í mínus og þá fáum við spennuna þegar hann skynjar hlut.
og er cirka 24 V spennu. En þetta er munurinn á NPN hérna megin, hægra megin og PNP að við fáum lága spennu eða næstu 0 V þegar NPN skynjar hlut en næstu fulla spennu gjafaspennu þegar PNP skynjar hlut og báðir eru normally open. Og svo náttúrulega getur þetta snúist við ef að þið er með normally closed, þá bara virkar þetta akkúrat á hinn veginn, akkúrat öfugt. Ok, svo reynum að fara í gegnum hitamælingarnar og erribreytin að segja hérna nefna helstu gerðir af hita, raf, vökvum og dæmi mælistæðri og þetta forrit eru við með náttúrulega hérna á staðnum en þetta við getum talið upp nokkrar gerðir og þetta er svona það er kannski helstu og þá erum við með hérna K-hitarafaka, við eigum svoleiðis nema, það eru afgasmælingar mikið til og svo er líka til jóðhitarafaki og svo þeir eru til mjög margir RS og T, þeir eru og fleiri. Þannig að það eru þetta PR Electronics forritið, þar ættu að sjá flesta gerðirnar. Ég man ekki hvort ég var búinn að setja upp í þessari tölvu aftur eftir að hún var strauið. Ég er ekki viss um það. PR, nei, það var ekki PR Electronics. Ok, og minnst okkur tvær gerðir af hitanum sem eru notaðir til mælingar afgashita og þetta eru þessir hérna, J og K. Og hvað stendur skammstöfunin RTD fyrir? Hér erum við með þessa skynjara. Skammstöfun RTD stendur fyrir Resistive Temperature Detector eða viðnámshitaskynjari. Og hver er munurinn á PT100 og PT1000? Það er skilgreiningin á þeim. Að annað er að þessi PT100, hann er 100 ohm við 0 gráður á Celsius en PT1000 er 1000 ohm við 0 gráður á Celsius. Þetta er munurinn á þeim. PT100 er ennþá notaður vegna þess að það fylgja honum ekki eins mikla truflanir ef hann er þannig umhverfi, sko. PT1000, þetta er mjög þægilegt að vinna með hann, það þarf ekkert auka leiðslu fyrir hann eins og með PT100. Hann er miklu hærra viðnám þannig að líka viðnámsaukningin í leiðslunni að skynjaranum breytir svo litlu og gerir mjög litla skekkju á hitastiginu. Þetta verður hitastig virðist vera aðeins hærra heldur en raunverulega vegna þess að þetta bætist við 1000 ohma viðnámið í skynjaranum sjálfum, sem sagt viðnám í leiðslunni frá mælitækinu og að skynjaranum. En þetta er svo lítið brot af heildinni að það hefur svo lítil áhrif. En PT100, þar þurfum við yfirleitt að vera með að minnsta kosti 3 leiðara aðferð við að tengja. En ok, nóg um það í bili. Hér erum við með R-breytin
og þá spurt hér hvaða mismunandi inngangsmerki hægt að láta breytin vinna með og hvar efnið R í breytin, það hérna bara fyrir aftan og hérna sjáum við sem sagt þetta svona helstu merki sem við sjáum hvernig eru hér. Það spennumerki, það merki frá sem sagt hitarafaka, termokópul sem sagt og spennumerki hérna, 4 leiðara skynjari, PT100 eða NE100. Aðeins að stækka þetta hérna upp svo að ég sjá þetta betur. Og þannig að við getum talið þetta upp hérna. Að við erum með spennu frá hitarafaka. Og við erum með viðnámshitaskynjara. Og við erum líka með þetta spennumerki hérna. Samansemmerki hérna þýðir jafnspenna. Og spennumerkið 0 til 100 millivolt. Og svo spurt hérna hvað hægt að nota breytin fyrir marga hitarafakagerðir og samkvæmt forritinu það að minnst kosti 13 mismunandi gerðir og hvernig séð fyrir leiðréttingu á köldutengingunni. Hér erum við með internal cold junction compensation hérna sem mæling á hitastigi við köldutenginguna á R-breytinum sjálfum. Þannig að ef að hitastigið við köldutenginguna breytist, að þá það skynjað hérna og þá það bara leiðrétt strax. Og þá í rauninni svarið hérna sem sagt. Þetta merkt internal cold junction compensation hérna. Hann mælir hitann við köldutenginguna og ef það verður hitastisbreyting þá hérna verður leiðrétt útgangsmerkið í samræmi við það. Það mælt hitastig á staðnum, hitastig við köldutengingu. Það sem sagt INT cold junction compensation og leiðrétt merkið ef hitastigið breytist. Ok, þetta málið. Og síðan af hverju þarf R-breytirinn upplýsingar tegund og línuleika skynjara. Það rauninni bara til þess að R-breytirinn getur sendt frá sér réttar upplýsingar hitastig. Og síðan hérna smá útreikningur á þessu hérna. Færa það hérna aðeins neðar. Og
Hér hefum við sem sagt eintölu sem sendir upplýsingar þrýsting og að skjámyndakerfi og þarna bara tölugildi á ferðinni frá eintölunni og þetta straummerki 420 mA frá þrýstinema tengt við eintölu sem breytir merkinu í 0 til 495. Það þýðir við erum með 12 bita upplausn. Þannig að 0 bör eru 4 mA og 4 bör eru 20 mA. Og hvað mikill þrýstingur á þrýstikútnum ef raungildið er 3072? Það sem sagt tölugildið. Og við setjum sem sagt þá upp þessa formúlu hérna. Nei, það var ekki hérna, það er neðar. Hérna. Að við erum með merkið sinnum svið deilt með upplausninni. Og þetta er merkið 3072, þetta er sem sagt, þetta er á sviðinu 0 til 495 sem að 12 bita breyta getur gefið okkur. Þetta er sem sagt 2 í 12 veldi mínus 1 sem er 495 og þess vegna deilum við með hæsta gildi hérna upplausninni 495 og margföldum sviðið á sem sagt mælimerkinu eða sem sagt það eru börin er hérna 0 til 4 bör þannig að við erum með 4 bara svið og erum margföldum það sinnum mælimerkið frá eintölunni og deilum með hæsta gildinu sem sagt upplausninni sem við kallum. Það er sem sagt hæsta talan í 12 bita upplausn. Það er sem sagt 2 í 12 veldi mínus 1. Það er 495. Og þá sjáum við út úr þessari formúlu fá við 3 bör. Það er svarið við þessu hvað er mikill þrýstingur á ferðinni ef mælingin sýnir okkur frá eintölunni 3072. Og annað hérna, hitanemi mælir hitastig á vatni frá vatnshemli. Hitanemi er tengdur við RE-breyti sem sendir 420 mA straummerki til eintölu, sem breytir straummerkinu í heiltölu 495. Og hitastig nemans var ákveðið 5 gráður til 80 gráður Celsius. Þannig að sviðið er þarna á milli frá 5 og til 80. Þannig að þetta er 75 gráðu, það er sviðið, mælisviðið. 75 gráður. Og það er þess að 0 er heiltalan við 5 gráðunar og 495 við 80. Og hvert er hitastigið á vatninu frá vatnshemlinum ef tölugildi frá eintölunni er 2457? Og þá bara setjum við þetta upp í samskonar formúlu nema við vorum ekki með núllið sem með 0 gráður Celsius. Þess vegna þurfum við að passa okkur á því eins og við vorum hérna með 0 bör, það var lágmarksgildið hérna. Þetta er öðruvísi þannig að við þurfum að leggja við að lokum sko lágmarkshitastigið. Þannig að við erum með merkið sinnum sviðið sem við tölum áðan 5 til 80 gráður sem þá 80 mínus 5 eða 75 er sviðið. Svo deilum við með upplausninni og svo þurfum við að leggja við eftir allt saman þetta lágmarkshitastig sem voru 5 gráður. Þannig að út frá þessum útreikningum fáum þá 45 gráðu breytingu við þetta tölugildi 2497 og svo leggst við 5 gráðunar sem var 0 hérna í mælingunni, heiltala 0. Svo að 50 gráðunar er það sem að raunverulegt hitastig ætti að vera á staðnum. Og þá er
Já, þá spurning að þið hérna, ef að þið eru með einhverja spurningu varðandi þetta, ef eitthvað óljóst, þá skuluð þið endilega spyrja þetta. Annars þá fer ég bara í síðasta liðin, sem aðeins spurningum inntölvu hlutan í þessu. Og þá spurt hérna í hlutanum, ef það engar spurningar úr hinu efninu, hvaða mismunandi form á forritun inntölvu leyfir staðallinn ESC 6.11.31.3. Það eru 5 mismunandi. Við höfum mest notað stigarit, rökrásarit og flæðirit. En það eru sem sagt þessi. Það stigarit, rökrásarit, skipunarlisti, textaform og textaforritun og flæðirit. Við höfum hingað til minna verið að nota sem sagt textaforritun og skipunarlista. Það er að ná hérna í rétta litin. Það eru 5, sama sem 5 mál, forritunarmál. Og hvaða einingar eru á vélinni? Við getum náð í þessar fara úr forritinu einhvern tímann eða úr einhverju verkefni sem þið hafi verið að gera. Hérna þetta eru þessar einingar sem hefur verið með í þessu. Svo að það eitthvað svona. Spennigjáin 2010, örgjöraueiningun P34-2020, hliðræn inngangseining 0600 AMM einingin 0600 og DDI 1602 og DDO 1602. Og svo spurt hérna hvaða munur á útgangseiningum með transistor, rafleiða og tríak. Ef við byrjum á transistor þá sjáum við þetta spurning hvort að þið hafið nokkuð verið með þetta efni núna, við kannski reynum að skoða það. Við erum með transistorútgangi, við getum náttúrulega fundið líka myndir af þessu annars staðar, rafleiða útgangi, og við erum með tríakútgang. Þetta í efni sem ég þarf kannski að sýna ykkur betur, hleypa ykkur í. En þetta sem sagt spenna sem við notum þetta, spennusviðið. Þetta á þessu bili hérna 5 til 24 volt DC. Og þannig að það transistorútgangar. Þetta á DC, þessi útgangur hérna. Næsti getur verið bæði DC eða AC. Við erum með svona rafleiða. Þetta til dæmis rafleiði sem í útgangunum á IC-vélunum okkar, IC-stýrileiðunum. Það bæði AC
upp í 250 volt og DC upp í 35 volt. Og síðan erum við með Triac og það er eingöngu AC. Það er upp í svona 250 volt. Og þá er ég búinn að svara þessum spurningum í upptökunni og það er allavega engin spurning eins og er í loftinu. Þannig að ég ætla bara að slökkva á upptökunni og þá ættu þið að ná þessu og spyrja mig ef það er í vandræðum með eitthvað. En annars ættu öll svörin að vera í upptökunni.